Ég hef verið að hugsa hvað ég eigi að gefa systur minni í jólagjöf. Hún virðist eiga allt, en hún elskar að ferðast. Þannig mér datt í hug að gefa henni gjafabréf upp í flug hjá Icelandair. Hún elskar New York, þannig hérna ég með mynd frá New York sem ég prentaði út. Og ég ætla að prófa að ramma þetta inn á dálítið skemmtilegan hátt, þannig að gjöfin verði smá persónuleg. Og hver getur bara gert þetta á sinn eigin hátt. Svo þetta að prófa að setja greinar eða svona eitthvað með meiri litum í. Útkoman hjá mér að vera dálítið vorleg, en að vera í New York á vorin með kirsuberjatrén í blóma var ótrúlega fallegt. Þá er myndin tilbúin. Ef ekki að kalla hana bara vor í New York. Ég held að systir mín verði ægilega ánægð með hana. Og þetta er ekki eftir að safna ryki hjá henni. Gjafabréf er alltaf klassísk og góð gjöf. En ef þið langar að gera gjöfina aðeins persónulegri og skemmtilegri, þá þarf stundum bara smá ást. Og þá getur útkoman að vera ótrúlega skemmtileg. Hérna er ég bara með einfalt svona gjafabóks. Það er bara að prófa að leggja gjafabréfið í botninn. Og svo er hugmyndin að skreita kannski nokkra piparkökur. Það sem að þú getur gert, þú getur fyllt bóksi með einhverju heimabökuðu. Fengið börnin til að skreita piparkökurnar. Það er nú gaman að gefa ömmu sínum og afa eitthvað persónulegt. Hægt er að skilja eftir persónuleg skilaboð með að skrifa á piparkökurnar eða bara einfaldlega að skrifa gleðileg jól. Svo er þetta að bæta við einhverju skemmtilegu skrauti til að gera þetta aðeins fallegra. Svo er þetta bara að loka öskjunni og setja fallega að borða á. Það var þetta bara tilbúið. Gleðileg jól! Gjafabréfin frá Icelandair er ótrúlega góð gjöf, en það getur líka verið virkilega skemmtilegt að pakka þeim inn. Hérna gæti mamma til dæmis haldið að ég væri að gefa henni enn eitt kertstjakan, nema það að ég var bara aðeins að leika mér með pappír og vír og ég var ákvað að dulbúa gjafabréfið hennar. Og hérna er það bara inni í falið. En svo ákvað ég að leika mér ennþá meira með formið og gerði hennan fugl eins og þið getur haldið þetta sé. Setti stein í botninn, hann að smá þyngd í þessu. Og hérna er dulbúið gjafabréf á bakinu. Það sé ekki fyrir svona þann sem er svo spenntur fyrir gjöfunum sínum og vill koma við allt og sjá hvað það gæti verið. Gæti leynst skemmtileg borgarferð í þessu. Hérna sjáu þið tvær hugmyndir sem ég ákvað að gera. Kannski smá skrýtnar en skemmtilegar. Ég ætla að sýna ykkur skemmtilega aðferð til að pakka inn gjafabréfi frá Icelandair sem gerir gjöfina dálítið persónulega. En þetta er ekki enn búið. Við erum enn eftir að finna aðalgjöfina, en hérna ofan í er falið gjafabréf frá Icelandair. Það gæti virst flókið að búa til svona gjöf, en það er í rauninni sára einfalt. Því það eina sem það er til, það er svona pappakassi. Og svo skerðu niður hliðarnar og þú getur sett síðan hvað sem er í kassan og nota eins marga þú vilt. Og það er lokið sem heldur þessu saman. Svona gjöf, hún kemur alltaf jafn mikið óvart, alltaf jafn gaman að opna.